við ætlum að hlýða á umræður verkefnamiðað vinnurými, úrlausnir, lærdóm og endurbætur og áskoranir í Íslandsbanka og Landsbankanum. Þeir Hafsteinn Bragason, Baldur Jónsson og svo pallborðsstjórnandi Laufey Guðmundsdóttir ætla að tala saman. Hafsteinn mannauðsstjóri Íslandsbanka og með BA-próf í sálfræði frá Háskóla Íslands og meistaragráðu í vinnu- og skipulagssálfræði frá Vrije University í Amsterdam. Hefur einnig lokið AMP stjórnunarnámi frá IESE Business School, en hann hefur starfað í mannauðsmálum frá 1997, ef ég fer rétt með, hjá Capacent, þá Gallup, hjá Actavis Group, Glitni og svo í dag hjá Íslandsbanka, en einnig og hefur verið stundakennari við Háskóla Íslands og kennt meðal annars vinnu- og skipulagssálfræði, mannauðsstjórnun, forystu og samskipti. Baldur Jónsson mannauðsstjóri Landsbankans og menntaður í sálfræði frá Háskóla Íslands og Kaupmannahafnarháskóla og með MBA í Háskólanum í Reykjavík. Baldur hefur starfað í mannauðsmálum frá árinu 2000 og sem mannauðsstjóri Landsbankans frá 2010. Baldur einnig yfirmaður sjálfbærni teymis Landsbankans sem víst mjög sjálfbær í sinni vinnu. Verður áhugavert að heyra eitthvað það. Pallborðsstjórnandinn okkar Laufey Guðmundsdóttir, hún stjórnarkona í Stjórnvísi, en hún stýrir jarðhitasýningu ON í Hellisheiðarvirkjun. Þannig að fjölbreyttur hópur hér. Hún hefur unnið hjá Markaðsstofu Suðurlands og fjármálastjóri HK í Kópavogi, þannig hún hefur mjög fjölbreytta reynslu og þekkingu á því að vinna með fólki, bæði á vinnumarkaði og í félagsstörfum. Gaman að segja fyrir því að Laufey hefur mikla ástríðu fyrir því að styðja við fólk, laða það besta fram í því og tengja saman fólki í ýmsum verkefnum eins og við erum að gera hérna í dag. Þannig að Laufey, Baldur og Hafsteinn, gjörið svo vel. Takk fyrir. Og ég vil minna ykkur endilega að dúndra skemmtilegum spurningum með athugasemdum inn á Slidó, það ekki. Bara velkomnir. Já, fá ykkur hljóðnema og passið að standa á réttum stað. Það vel mest. Já. Verkefnamiðuð vinnurými, hvað það? Já, það bara rauninni fjölbreytt vinnurými, getum orðað þannig, en svona stílað inn á það að hanna þannig vinnurými að það hendi svona verkefnum starfsmanna hverju sinni, að orðað þannig. Í dag þetta orðið þannig að þú þarft ekki, öll störf ekki þannig að þú þarft að sitja fyrir framan tölvuna allan daginn, heldur þú ert að bara kannski einu verki í annað, stundum þarft að vinna í hópi, stundum þarft að einbeita þér, en þá getur þú nýttir þessi mismunandi rými til þess. Svona stutta svarið. Já, eitthvað sem þú vilt bæta við? Já, mér finnst líka kannski áhugavert að benda á líka að verkefni með vinnurými ekki einhver svona pakkalust. Það þarf hvert fyrirtæki að finna sína nálgun í þeirri aðferðafræði. Og ég veit að, þú við séum báðir að vinna í svipuðu fyrirtæki í bankum, þá verður okkar útgáfa af verkefni með vinnurými ekkert nákvæmlega eins. Það bara blæbrigði milli fyrirtæki hvernig þau þurfa að útfæra það út frá þeirri starfsemi, út frá þeim verkefni sem í gangi í hvaða fyrirtæki fyrir sig. Já, ég held að það sé mjög mikilvæg punktur vegna þess að maður heyrir oft talað um að maður vinni verkefnum með vinnurými og það hendar ekki eða það ekki að ganga upp og þegar maður fer að spyrja þá býtu hvers konar vinnurými það þú veist að því þá kannski myndum ég kannski persónulega ekki skilgreina það endilega sem verkefnum með vinnurými en það ekki tilbeint ein skilgreining yfir þessi rými en ég held að það sé mjög mikilvægt að eins og Baldur kom inn á að menn svona aðlagi þetta að sinni starfsemi. Það sé svona algjört lykilatriði en ég held að sé samt alveg grunnatriði sem þurfa að vera til staðar eins og bara það sé svæði þar sem að fólk að vinna sem þarf að vinna saman, vinnur saman, hafi tækifæri til þess og hins vegar það sé líka hægt að fara í einbeitingarrými. Það það sem það skiptir máli að hafa þá rými það sem getur einbeitið eða tekið síma, tekið stuttafundi að það sé þá þessi fjölbreytileiki til stað til þess að geti kallast raunni verkefnum við vinnuaðstæða. Hvað nú fengum við svolítið áskorun fyrir 18 mánuðum síðan
að fólk þurfti að flytja störfin sín heim og svona. Hvernig nýttist til dæmis þessi hugmyndafræði í það verkefni? Já, nú erum við náttúrulega ekki komin í þetta umhverfið þá, en það sem við kannski fæðum grípa á orðið samt, það sem náttúrulega gerist þegar COVID kemur, þá bara, það er öllu snúið á hvolf, það breytist allt saman og störf sem við héldum að væri ógjörningur að vinna heima hjá fólki, var bara allt í einu hægt að leysa og það var hægt að vinna fjölbreyttu störf heima hjá fólki og þetta fór að snúast meira það að tengingarnar héldu og væri gott samband og svona öryggisvingillinn hjá okkur. Það var kannski meira út í það sko að beina því til starfsfólk, að það tryggja það að gögn og upplýsingar sem væri að vinna með heima hjá sér væru örugg. Allt í raun bara var vinkillinn orðinn allt annar heldur en við vorum vön áður og eins og bara okkur er lagið, þá bara reddast þetta bara reddast. Það var enginn búinn að plana þetta. En þið voru búin að taka ákvörðun fyrir COVID í rauninni að fara út í verkefni með vinnu? Já, það er í rauninni tekin ákvörðun það fyrir 5-6 árum þegar það er tekin ákvörðun það að bankinn ætli að byggja sér nýjar höfuðstöðvar. Þá er tekin ákvörðun samhliða eða mjög fljótlega að það yrði þá verkefni með vinnurými sem við myndum innleiða í þær höfuðstöðvar. Og þá er húsið í rauninni hannað með það alveg frá upphafi sko. Og fannst þér að þessi hugsun var komin til staðar, fannst þér að hjálpa til í þeirra áskorun sem var kom með COVID? Nei, mér finnst ég nú vera svolítið að teygja mig ef ég myndi svara því játandi sko. Ég get ekki sagt það. En það kannski sko, til þess að þessi tegundavinnuaðstöð virki, þá þarf tæknin að vera hvað segir maður, bara á standard og það líka þarf að hafa búnaðinn sem að gera þig kleift að ferðast á milli. Og það er náttúrulega það sem að, þegar við fórum inn í þetta 2016, þegar við fórum fyrst inn með fyrsta hópinn inn í Norðurturnin, og svo fluttum við restina 2017 og þá þurftum við að fartöluvæða rauninni allan banka. Það var ekki alveg orðið þannig, það var allir konum með fartölu á þeim tíma. Þetta er auðvitað bara algjört skilir í dag, svo getur auðvitað, tæknin hefur síðan á þessum árum fleytt ennþá frekar fram, þannig að menn geta verið að vinna í símanum með spjaldtölvum og annars slíkt. Þetta er auðvitað algjört grunnatriði, þannig að þegar COVID kom hjá okkur, þá vorum við búin rauninni að svona tæknivæða bankan rauninni í allri starfseminni. Þannig að fyrir okkur var þetta ekkert mál í rauninni að færast rauninni rauninni fyrsta degi COVID að færa starfsemin rauninni heim til fólks og það voru auðvitað undantekningar á því. En ég held að þetta kannski sýnir svona í dag bara hvað svona í nútíma vinnuumhverfi, sérstaklega þekkingarfyrirtækjum, sérfræðifyrirtækjum og svo framvegis að hafa þennan sveigjanleika og þá ekki bara það að vinna heima. Ég held að það sé kannski einmitt nýja, það er orðið viðbót við verkefni að vinnuaðstöð, það er bara heimarýmið. Ég held að það sé bara svona viðbótin. Þannig að tæknin skiptir auðvitað öllu máli í þessu, það er nú þannig, hún þarf að virka. Það er komnar inn á Slido. Er þá mismunandi tæknilausnir í hinum mismunandi rýmum? Kallar þetta mikla fjárfestingu á innviðum og búnaði? Ég meina, þú ert nú kannski... Nei, sjálfur sér ekki mikla fjárfestingu. Nei, en þú ert auðvitað endurnýja tæknin búin að líka reglulum hætti í dag. Þannig að ég held þú getur gert þetta í einu skrefi, það gert þetta yfir einhvern ákveðinn tíma. Er þetta ekki eitthvað sem er sífellt í þróun, væntanlega eftir? Jú, við sjáum bara það sem náttúrulega bjargaði held ég mjög miklu í til dæmis COVID þegar það ríður yfir. Það er bara þá kemur náttúrulega Teams bara eins og riddar á hvítum hesti sko. Það bara bjargaði rosalega miklu fyrir samstarf bara innan teima. Ég veit að það bara mjög víða voru teimi sem voru farin að vinna heima á sér. Það var tekin kaffibótli klukkan 9 á morgnana bara til að hittast og spjalla. Og bara síðan fundir á Teams. Það bara, ég held að það hefði, þannig að tæknin er auðvitað lykilatriði því að það að vinna heima gangi. Og bara ekki spurning því að
það var áhugavert að hlusta Bryndís á því það var margt svona keimlíkt sem að þau eru að sjá og sem að við bara erum að upplifa í fyrirtækjunum og maður heyrst víða og ekkert bara hjá okkur að auðvitað voru stjórnendur með áhyggjur af svona félagslegri einangrun. Við rákumst mjög fljótlega á það að við fórum að hafa áhyggjur af kyrrsetu. Fólk sat bara allt og lengi við tölvuna í einu. Það var ekki að standa upp og fá sér kaffi eða vatn og spjalla við vinnufélagana. Það bara var setið frá 9 til 12 eða lengur. En tæknin já, ég held að sé bara lykilatriði, þetta gangi upp og þetta líka, kannski eins og Hafsteinn kannski komið lengra í því, meiri reynsla því bara fundarherbyggi, það virki allar græjur. Ég held að þekki allir að gangir í fundarherbyggi og það virkar ekki eitthvað og þá þarf að fara að finna út úr hvað snúrurnar liggja og það kemur ekki hljóð og þetta náttúrulega þarf að vera í lagi. Sko. Þannig að þetta eru þessi tæknilegu, helsta áskorun eru væntanlega þessi tæknilegu útfærslu og að það virki. Og svo eins og þau voru að tala líka mannlegi þátturinn einmitt að þetta félagslega. Sko, áskorun líka menningarlega ef við erum að tala um það að færa sig kannski í þetta verkefni að vinna. Ég man þegar við vorum að innleiða þetta þannig 2016 og voru svona frumkvöðlar á þessu sviði hér á landi allavega, en við vorum búin að sækja okkur fyrirmynd erlendis. Við fengum þessar fyrirmyndir í gegnum Noreg og vorum með norskan arkitekt sem var búin að hanna svona vinnuaðstöðu hjá meðal annars DNB bankanum í Noregi, þannig að við höfðum þessar fyrirmyndir. Við fórum að stað, þannig að við vorum bara svona samfærum að þetta myndi virka, bara við sjá þessar fyrirmyndir. En við þurftum að samfæra okkar fólk það, hvað verkefnið við vinnuaðstæða væri. Sko. Það nefnilega ákveðin svona misskilningur í kringum þetta vinnurými sem að maður heyri ennþann dag í dag. Eitt af því sem að ég fekk til dæmis þegar við tilkynntum að ætlum að fara í þetta vinnurými inn í Íslandsbanka, þá fekk ég 3 tölvupósti bara á nokkur dögum frá starfsfólki sem að sendi mér rannsókn sem sýndi þá opið vinnurými virkar ekki. Og ég sagði já, akkurat, við erum í opnu vinnurými, það virkar ekki. Þess vegna erum við að fara í verkefni með vinnuaðstöðu. Þannig að það var kannski, þannig að maður þurfti auðvitað bara að taka þessa umræðu við starfsfólki og stjórnendur ekki síður það bara hver var ávinningurinn af þessari vinnuaðstöðu. Og þegar maður horfir tilbaka að þá það þannig að það auðvitað bara í nútíma vinnuumhverfi að ætla sér að bjóða starfsfólki upp á eina tegund af vinnuaðstöðu. Mér finnst það absúrd hugsun. Sko. Hér hérna básíðinn og þú átt að sitja þar og þú átt bara að sitja þar allan daginn óháð hvers konar verkefni þú átt að vinna með einbeita eða vinna í teymi. Mér finnst það í dag mjög skrítin hugsun. En þetta auðvitað bara búin að vera vegferð og gengið almennt sé bara mjög vel. Og við erum okkar kannanir innan nú sem sýna til þess að starfsfólk miklu ánægðar með þetta vinnuumhverfi heldur en áður. Við erum með fleiri sem ánægðir. Allir ánægðir? Nei. Kannski þetta gera alltaf ánægðir með allt saman. En við erum bara mjög sátt við þessa vegferð. Þið eru væntanlega byrjuð að vinna undirbúa. Já, það er búin að vera undirbúningur. Rafmagnslaus. Það er búin að vera undirbúningur í gangi. Í svolítinn tíma. Það telur nokkur ár. En við erum náttúrulega samt ennþá að sko í þeirri vinnu að upplýsa okkar starfsfólk og stjórnendur það bara einmitt þennan ávinning. Og við vorum nýlega að gera könnun með okkar starfsfólks bæði núverandi húsnæði og svo eins hvernig fólki litist á þessa flutninga og það að fara í þetta nýja umhverfi. Og það alveg 20% sem að segjast vera neikvæð gagnvart því. Og við vorum með opna spurningar líka og það liggur alveg í opnu spurningunum að það gætir ennþá misskilnings á einhverju stöðum hvernig þetta muni virka. Fólk hefur áhyggjur af því að þarf að hlaupa allt hús til þess að leita vinnufélögunum sínum eða það fá ekki að hafa sitt lyklaborð á sína mús. Þannig að það svona hluti sem væntanlega auðvelt að leiðrétta. En svo náttúrulega bara fólk sem hefur þá skoðun og það vill eiga sitt skrifborð, það vill eiga sinn stað og það er bara viðhorf og skoðanir sem við þurfum að virða. En vonumst auðvitað til þess að fólk muni svo þegar við förum í þetta nýja húsnæði sjá fegurinn í því að geta valið sér vinnuaðstöðu eftir því hvaða verkefni við vera að sinna hverju sinni.
Það kom hérna einn spurning inn á Slido. Hefur þessi breyting á vinnuumhverfi áhrif á þjálfun og aðlögun nýrra starfsmanna? Það er spurning. Komdu með það. Nú byrjuðu að slást um. Slást um mækinn. Já, áhrif á þjálfun starfsmanna. Nei, sjálfsögur ekki. En það sem kannski hefur haft áhrif á þjálfun starfsmanna er auðvitað bara tæknin á síðustu árum. En auðvitað fleitt fram sko, og það er orðið meira rafræn námskeið og svona minni kannski klassrúm þó að það sé auðvitað datt alveg út í COVID, en ég sé auðvitað að það þarf að vera einhver blöndun á þessu. Ég held að það sé svona, held ég, sem að hérna já, það þarf að finna þetta jafnvægi sko. En hérna sko, já, datt aðeins hugsun hérna út. Afsakið, það var hann. Ja. En sko verkefni með vinnastað sko, það sem kannski taka boltana þess að sko að það er þessi misskilningur sko, það er gríðarlega mikilvægt í þessu umhverfi að starfsfólk sem vinnur saman, er að vinna saman dagstæðlega, vinni saman, siti saman. Það er auðvitað bara þar, og það er þannig að hver eining er með sitt svæði, sjáðu. Þannig að það kemur inn á mótnana inn í það er svona ákveðið svona skápur sem fólk hefur og getur þá sótt gögnin sín eða tæki eða hvernig sem er. Það má fara með tækin heim, en það er allur gangur á því. Og síðan sesta bara á sitt svæði með sínu fólki. Það er svo mikilvægt, og það sem komið okkur kannski aðeins óvart í þessu, að flestir vilja svona dagsdaglega sitja í opna vinnurýminu sem er ein tegund af vinnuaðstöðu. Það vill sitja með sínu fólki. En það finnst, og það er kannski það sem maður kannski hélt að yrði kannski ekki eins vinsæl aðstaða, bara í ljósi þess hvað bara rannsóknir sína og svo framvegis, en það er samt sem áður það, en fólki finnst gott að geta farið þá sem sagt, til hliðar ef á þarf að halda. Þannig að það er eitt sem að skiptir gríðarlega miklu máli, og fólk sé ekki að leita einhverju vinnuaðstöðu allan daginn. Við þurftum að læra það aðeins, við þurftum að stilla svona sem kalla svona setustig, hversu svona mörg hefðbundin borð í opna vinnurými ættum að hafa með fjöldan á hverjum stað. En við aðlögum það bara, og vegna þess að það skiptir svo miklu máli að þú getur alltaf fundið þá vinnuaðstöðu sem henta því hverju sinni. Og varandi það að sitja á sama stað, að hafa sitt skrifborð, þetta rúmast allt þarna innan þessa umhverfis. Það eru einstaklingar sem sitja alltaf á sama stað, en það er bara nóg á öðrum sætum hana. Þá er það bara allt í lagi, skiljið. Það þarf ekki að vera að setja þetta eitthvað svona algjör heilug prinsip. Það eru starfsmenn sem eru með fasta starfsstöðu í þessu vinnuumhverfi okkur. Grafíski hönnuðurinn og miðlarar og fleiri sem að þurfa bara vegna tæknibúnaðar að sitja á sama stað. Já, svo eru náttúrulega þurfa að vera kínamúrar á milli ákveðna deilda, þannig að ákveðna deildir þurfa að sitja bara inn í sér rými. Algjörlega. Þannig að ef við draugum saman svona bara smá lærdóminn sérstaklega eins og þið eru búin að fara í gegnum þetta og þið eruð í rauninni vonandi að fara að komast í að framkvæma þetta. Já. Getur ekki sagt, ertu ekki inn í nýjustu rannsóknunum, getur ekki sagt þetta? Já, það er nefnilega skemmtilegt eins og Hafsteinn kom áfram áðan innan með rannsóknir, sko, þú getur fundið þá rannsókn sem styður það er skoðanir sem að þú vilt upphefja, sko, það er nú bara svolítið þannig í þessu. En okkar lærdómur allavega það sem við erum stödd í dag, við teljum okkur vera að búa til vinnuumhverfi sem muni henta okkar fólki, þeim verkefnum sem við erum að vinna. Og þessi könnun sem við vorum að gera núna meðal starfsfólks til dæmis, það er mjög skýrt að það er einingar sem eru ánægðar með sína starfsaðstöðu í dag, þær eru aðeins svona tortryggnari gagnvart því að Dottin út aftur. Er einhver sem slekkur á honum, held ég alltaf? Það er einingar sem eru óánægðar með sína starfsaðstöðu í dag eru mjög spenntar, þannig að en lærdómurinn kannski til að reyna að summa þetta upp svona auðvelt, það er bara við þurfum að halda áfram að ræða við okkar starfsfólk og eiga fundið með þeim að ræða af hverju við erum að þessu, hvernig þetta verður. Ég held að það sé svona svolítið það sem þau eru að leita eftir í dag, að geta áttað sig á þessu bara hvernig þegar ég mæti í vinnuna, hvert fer ég, hvar verður dótið mitt. Einhver vissa. Já, þetta er auðvitað alveg verður væntanlega í hugum margra að þangað til við flytjum inn, þá verður þetta óskýrt, óljóst. Og en meirihluti starfsfólksins er mjög spenntur fyrir þessu. Það eru góðu fréttirnar. Já. En það má ekki horfa bara á meðaltölin, við þurfum að
Við þurfum að sinna öllum skoðunum. Hafsteinn? Já, kannski eitt sem að ég vil sé að nefna sko í þessari vinnuaðstöðu líka. Ég held að það kannski sjálfbærni vinkillinn í þessu. Ég held að það var það sem við gerum við vorum í stefnumótun hérna 2013-14 þegar við vorum að flytja inn í nýtt húsnæði. Við ætlum reyndar að byggja við Kirkjusandinn. Þá vorum við auðvitað byrjuð að hugsa hvernig umhverfi við vildum skapa. Svo breytist það auðvitað, en hérna þar var eitt af þessum sko vinklu var það að vera með sjálfbærni í rauninni í þá vinnuaðstöðunni og umhverfinu sem slíku. Og það er engin launung á því og við tölum það óbeskáð. Að með því að fara í verkefni með vinnuaðstöðu þá nýta hvern fermetra miklu meira, miklu betur. Þannig að þú þarft ekki svo marga fermetra. Ég trúi því að starfsfólki fær betri vinnuaðstöðu í færri fermetrum og það er auðvitað bara hlut í rauninni af þessari svona sjálfbærni, hvernig nýtir maður rauninni bara orkuna og svona þessa bjargir sem við höfum, ef maður nýta á skynsamlegan hátt og við þurfum ekki alla þessa fermetra. Þannig að ég held að þetta sé, við erum mjög ánægð með þessa ákvörðun og ég tel að þetta sé rauninni eina vitið hjá fyrirtæki sem eru auðvitað í skrifstof og þekkingar iðnan. Ég gerir mig auðvitað grein fyrir því að þetta er ekki alls staðar hægt. Þannig að það er svona kannski það sem að ég vildi sko undirstrika það að við fórum úr 16.400 fermetrum í rauninni 8.400 fermetra, 8.600 fermetra og ég fullyri það að við sem er betri vinnuaðstöðu. Þannig að það er hægt að tengja umhverfismálin og allt inn í þetta. Algjörlega og svo getum við talað um fjarvinnu líka en það er kannski... Já, það er einmitt hérna spurningin á Slido hérna. Er fjarvinna eftir COVID orðin viðurkennd sem hefðbundið vinnuframlag og þá í hvað miklu mæli? Já, kannski bara stuttlega algjörlega og ég líti á fjarvinnu sem bara hluta verkefni með vinnuaðstöðu. Við vorum reyndar það var eitt af þessum stefnuverkefnum okkar 2020 var að bjóða upp á fjarvinnu, einn dag í viku á Íslandsbanka. Svo komum við þetta COVID, þá fórum við öll. Þannig að við erum raunin rétt að starta þeirri vinnu aftur núna, fjarvinnu til framtíðar. Hvernig virkar hún inn í framtíðinu? Og það á bara eftir að lærdómsferli næstu mánuði hjá okkur. Já, ég segi það sama. Fjarvinnan er bara komið til að vera. Það væri svolítið bara eins og slá hausnum í vegginn að neita því sko. En við erum búin að setja okkur þau við með að það ráðist svolítið eftir bara starfsemi þeirra deilda sem ræðir hversu mikið, að þú spurður það. Við höfum ekki sett einhver viðmið að það sé 1 eða 2 dagar í viku eða eitthvað slíkt, heldur þarf það bara að ráðast af þeim verkefnum sem við erum að vinna. Við erum með mjög ólíka starfsemi, það er fólk sem þarf til dæmis mikið verið samskipti við viðskiptavinni. Eðli málsins samkvæmt þarf að mæta meiri vinnuna heldur þeir sem eru í bakvörsluverkefnum, þar sem þú ert að vinna þannig verkefni að það nýtist þér bara vel að vera kannski svolítið útaf fyrir þig og ná einbeitingu. Algjörlega. Ég er alveg vissum að við getum örgulega staðið í allan dag og talað alls konar úrlausnir og verkefna með vinnuaðstöðu og það eru fleiri spurningar inn á Slido en ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir, Baldur og Hafsteinn. Takk fyrir.